Árið 2004 unnu Sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands og Menntavísindasvið saman að verkefninu Háskólamenntun til sjálfbærni. Helstu markmið verkefnisins voru að draga fram og gera sýnilega þá þekkingu og aðferðir sem nýst hafa í kennslu á sjálfbærni í Háskóla Íslands. Hvetja til viðtækari upptöku þeirra og innleiða þverfaglegar og samræðumiðaðar nálganir í námskrárþróun. Leitast þá við að styðja kennara við að innleiða sjálfbærni í kennslu á fjölbreyttum sviðum, þar á meðal í greinum sem ekki tengjast hefðbundið sjálfbærni. Í verkefninu voru tekin 11 viðtöl við fjölbreyttan hóp kennarar, hvert á háskólan allan og var þeim fylgt eftir með vinnustofu þar sem þátttakendur unnur í hópum og þemum sem brugguðu á niðurstöðum viðtalana. Niðurstöðuverkefnisins sýndu að kennarar við Háskóla Íslands hafa notað ýmsar aðferðir og námsefni til að innleiða sjálfbærni í sína kennslu. Hér munum við fara yfir nokkur dæmi þetta. Kennarar hafa nýtt sér ólíka hæfniramma til að vinna með sjálfbærni, líkt og Lewis-hæfniramman, lykilhæfni UNESCO eða Key Competences á ensku og innri þróunarmarkmiðin eða Inner Development Goals. Reynslunám hefur reynst vel til sjálfbærnimenntunar, til tengja við lífsnemenda og fá þá til að velta fyrir sér sinni reynslu og nær umhverfi með inngrundun. Aðrir kennarar hafa virkað nemendur og fengið þau með sér í lið við þróun námskeiðsins. Þetta getur til dæmis verið góð nálgun þegar fyrst byrjað að skoða hvernig hægt að innleiða sjálfbærni í námskeiðið, en aðferðin vekur áhuga nemenda á efninu og gerir efnistök viðeigandi fyrir þeirra líf og upplifanir. Einhver bendur á ávinningin við að vinna saman á sjálfbærnimenntun, en með aukinni samvinnu verður hvatning til nýsköpunar og þverfaglegra aðferða sem að samvinna getur létt álagið. Þetta er bæði við samstarf innan og á milli deilda, en einnig hægt með því að nýta þau nettverk sem til staðar eru eins og Aurora og Notplus. Þó flestir kennarar voru að vinna í sjálfbærnimenntun á námskeiðastiginu, voru aðrir sem að hugsuðu námið í heild og bentu á að gagnlegt sé að uppfæra námsbrautir í heild sinni með sjálfbærnimenntun í huga. Þetta á bæði við hvað varðar námsefni og hæfni viðmið námsbrautarinnar og býður þetta upp á heildræna nálgun. Í hinum myndböndunum hér á vefnum munu kennarar ræða reynslu sína af sumum þessara aðferða og útskýra betur hvernig þau hafa nýtt þær. Einnig er hægt að lesa meira þessar aðferðir og niðurstöður verkefnisins Háskólamenntun til sjálfbærni í verkefnaskýrslunni. En í henni má líka finna tillögur hvernig Háskóli Íslands getur aukið stuðning til sjálfbærnimenntunar.